Hæstvirtu Alþingisforsetar. Stjórn Íþróttasambands Íslands leyfir sig hér með að koma á yðar fund til að votta hæstvirtu Alþingi virðingu vor og hamingjóskir á þessum merkustu tímamótum í sögu þjóðarinnar. Íþróttamenn hylla hæstvirt Alþingi á þessum sögulegu tímamótum leið og við þökkum því ágæta forustu í málefnum þjóðarinnar bæði fyrr og síðar. Á morgun, 17. júní, gert ráð fyrir að stofnun hins íslenska lýðveldis fari fram á Þingvöllum í hjartasta landsins. Í tilefni þessa leyfum við oss að afhenda hæstvirt Alþingi þennan fundarhamara gjöf frá Íþróttasamband Íslands sem lítinn þakklætisvott af vorri hálfu og með hamingju og heillaóskum á þessum merkustu tímamótum í sögu vor Íslendinga þeir nú taka öllu leyti málefni sín í eigin hendur. Fundarhamarinn hefur hagleiksmaðurinn Ríkharður Jónsson listamaður skoruð úr fílabeini og svartviði. Á hamarshausinn sem úr fílabeini skorið merkið þjóðhátíðarnefndarinnar öðru megin og þessi áletrun til Alþingis 17. júní 1944 frá ISI. En hinum megin á hamarshausinn merki Íþróttasambandsins sem eins og kunnugt Þórshamarsmerkið. En á hamarskaftið sem úr svartviði letrað með rúnaletri Íþróttasamband Íslands sendir Alþingi Íslendinga kveðjur og árnaðaróskir með endurreisnis íslenska lýðveldis Reykjavík 17. júní 1944 stjórn Íþróttasambandsins. Þessi fundarhamar, lýðveldishamar, á ávallt að minna oss alla á að með lögum skal landi byggja en með ólögum eyða. Hamarinn í tveimur litum, hvítum og svörtum. En þessi litir minna oss sérstaklega á hið daglega líf, ljós og skugga, líf og dauða. En fundarhamarinn fyrst og fremst tákn réttlætisins í öllum málum og atkvæðagreiðslum sem þjóðin væntir ávallt ríki á Alþingi Íslendinga. Ég biður, herra forseti sameinaðs Alþingis, að sýna oss þann heiður að taka á móti þessari gjöf Íþróttasambandsins til hæstvirts Alþingis leið og við biðjum Guð að blessa störf þess fyrir land og lýð alla framtíð.